Velkomin í guðfræðinámið okkar. Guðfræði. Orðið guðfræði kemur frá gríska orðinu theos sem þýðir Guð. Þannig guðfræði kenning Guðs. Til að hefja nám í hinum mörgu kenningum Biblíunnar verðum við að byrja á uppsprettu allra hluta. Guði. Við verðum að byrja á Guði, það enginn, ekkert, frammi fyrir honum. Áður en nokkuð var til, hann var, í upphafi Guð. 1 Mósebók 1:1. Guð sem á ýmsum tímum og á margvíslegan hátt, Hebreabréfið 1:1. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð, Jóhannes 1:1. Það fyrsta sem við munum rannsaka eru 1. Nöfn og titlar Guðs. Nafn persónu, staðar eða hlutar er það sem það þekkt undir. Nöfn Guðs eru þau sem hann þekktur undir. Þeir tákna persónuleika hans. Já, nöfn Drottins eru þau sem fólk hans þekkir hann undir. Frelsa mig, ó Guð, með nafni þínu Sálm 54, la. Þeir sem þekkja nafn þitt munu setja traust sitt á þig Sálm 9:10. King James Version greinir nöfn Guðs með því að nota prentaragerð. Þannig að þegar þú lest orðið Guð í Biblíunni veistu að það þýtt úr hebreska orðinu Elohim. Orðin drottin, Guð, drottin Guð, drottin Guð eru úr hebreska orðinu Jehóva. Og orðið herrar dregið af orðinu Adonai. Hvert þessara orða, Elohim, Jehóva og Adonai, lýsir eðli Guðs. Og gjörðir hans gagnvart mannkyninu, þar sem greint á milli hins heilaga og syndara. Elohim. Orðið Elohim, sem þýtt sem Guð, að finna meira en 2300 sinnum í ritningunni. Samt þetta ekki persónulegt nafn Guðs, heldur það opinber titill Guðs, hvað hann Guð. Elohim. Orðið Elohim ekki aðeins notað Guð, heldur menn. Ég hef sagt, þér eru guðir, og þér eru allir börn hins hæsta. Sálmur 82:6 og Jóhannes 10:34-35. Og fyrir skurðgoð. Þú skalt ekki gjöra þér stifta Guði. Mósebók 34:17. Það titill Guðs eins og orðið forseti titill embættis. Forsetin opinber titill æðstu framkvæmdastjóra Bandaríkjanna. Það ekki nafn hans, heldur titill hans. Og sömuleiðis til margs konar forsetar, fyrirtækja, trúboðsfélaga og svörf. Opinbert nafn Guðs Elohim, embætti hans. Elohim fleirtölu nafnorð. Í einu segjum við að fleirtala þýðir tveir eða fleiri. Þetta á við á ensku en ekki á hebresku. Við höfum tvær tölur á ensku, eintölu sem þýðir einn, fleirtölu, tveir eða fleiri. Í hebresku höfum við hins vegar þrjár tölur, eintölu sem þýðir ein. Tvískiptur, jafngildir tveimur, fleirtölu, táknar þrjá eða fleiri. Þannig Elohim fleirtölu nafnorð, þrír eða fleiri. Fyrsta Mósebók 1:1 segir, í upphafi skapaði Guð, þrír eða fleiri, himinn og jörð. Önnur uppástunga þrenninguna að finna í 1 Mósebók 1:26-27 og Guð, Elohim, sagði, við skulum skapa mann í okkar mynd. Bókstafleg merking Elohims mátturinn sem framsækir, hinn sterki. Og í fyrsta kafla 1 Mósebókar Elohim lýst sem því að hann setur fram kraft sinn með þessum 10 orðum. Skapaði, hreyfði, gerði, deildi, sköpuðu, hreyfði, deildi. Enda og blessaður. Engin skepna hefur vald, en það sem Guð hefur gefið honum. Maðurinn þarf að vinna fyrir vald sitt á öllum stigum lífsins. Og það gert, sem Guð skapar, heldur það sem hann færi fram úr engu. Guð hefur vald í stjórn. Daniel benti á þetta og Nebúkadnesar varð að upplifa það. Til þess að hinir lifandi megi vita, að hinn æðsti ríkir í ríki mannana. Og gefur það hverjum sem hann vill og setur yfir það hinn aumingja manna, Dan 4:17. Með hroka fyllti hjarta hans varð Nebúkadnesar brjálaður. Þar til hann viðurkenndi að hinn hæsti ríkti. Aðeins þá kom skynsemi hans aftur til hans og hann trúði staðfastlega á þennan sannleika. Elohim, Guð, hefur vald til að dæma, hvort sem það yfir mönnum eða þjóð. Þegar hann slær, getur enginn staðist hann. Eintöluform Elohim. Það að finna 250 sinnum í ritningunni. Það notað í réttum nöfnum manna. Eins og Samúels spurður af Guði. Og Elía, Jehóva Guð minn. Samantekt á Elohim.
Elohim notað hinn eina sanna Guð. En einnig fyrir konunga, dómara og jafnvel Guði í sumum samhengum. Hins vegar aðeins einn Elohim almáttugur skapari og uppihaldari allra hluta. Nafnið Elohim minnir okkur á vald, kraft og guðlegt eðli Guðs. Hann ekki aðeins skaparinn, heldur sá sem stjórnar og viðheldur öllu. Í næstu lotu munum við kanna annað nafn Guðs. Jehóva, lausnarinn.